Minnst 120 manns eru látnir í Seúl, höfuðborg Suður Kóreu, eftir að gríðarleg örtröð myndaðist í miðborginni. Þúsundir voru mættar þangað til að halda upp á hrekkjavökuna. Búist er við að tala látinna eigi eftir að hækka. Nýkjörinn formaður Samfylkingarinnar segir að aðild Íslands að Evrópusambandinu eigi ekki lengur að vera forgangsmál hjá flokknum. Þá sé stefna flokksins í stjórnarskrármálinu ekki raunhæf. Leiðtogar repúblikana og demókrata hafa sameinast að fordæma árásina á eiginmann Nancy Pelosi, forseta fulltrúadeildar Bandaríkjaþings. Árásin talin vera merki þá auknu spennu sem ríkir vestanhafs, nú þegar rúm vika til þingkosninga. Grund á í dag 100 ára afmæli og var því fagnað við hátíðlega athöfn. Íbúar segjast sérstaklega ánægðir með starfsfólkið. Geimverur, skrímsli og aðrar vættir eru vaknaðar til lífsins og heimta grikk eða gott af grandalausum mannverum. Hrekkjavakan á mánudag. Gott kvöld. Minnst 120 manns eru látin og 100 særð í Seúl, höfuðborg Suður Kóreu, eftir gríðarleg örtröð myndaðist í miðborginni. Þúsundir voru þangað saman komin til að halda upp á hrekkjavökuna. Fréttamiðlar í Seúl segja að stór hópur af fólki hafi troðist undir í þröngri götu nálægt vinsælum bar. 400 sjúkraliðar voru sendir á svæðið til að veita fyrstu hjálp og flytja særða og látna á brott. Stjórnendur björgunaraðgerða segja að tala látinna eigi án efa eftir að hækka. Kristrún Frostadóttir, nýkjörinn formaður Samfylkingarinnar, segir að aðild Íslands að Evrópusambandinu eigi ekki lengur að vera forgangsmál hjá flokknum. Þetta kom fram í stefnuræðu hennar á landsfundi flokksins sem lauk nú síðdegis. Hún segir að árangur flokksins í síðastliðnum kosningum kalli á endurmat. Þegar þú tapar kosningum í lýðræðisríki, þá þarf að líta í eigin barm. Þú stendur ekki bara upp á stalli og horfir niður á kjósendur og spyrð hvað voru þið eiginlega að hugsa. Þú horfir inn á við og spyrð hvað gerðu við vitlaust. Samfylkingin hefur nú tapað fernum kosningum til Alþingis í röð. Við höfum eftirlátið Sjálfstæðisflokknum áratug til að stjórna þessu landi óslitin með alvarlegum afleiðingum sem að koma betur og betur í ljós. Það væri svik við okkur sjálf og svik við jafnaðarstefnuna og fólkið í landinu að halda bara áfram á sömu braut eins og ekkert sé. Já, Höskuldur, þú fylgdist með þessari stefnuræðu í dag og Kristrún, hún kom líka þarna inn á aðild flokksins að Evrópusambandsmálunum og hún var að ræða þau og var hún að boða eins og hálfgerðan viðsnúning í þeim málum? Nei, kannski ekki beinlínis viðsnúning. Hún að kalla eftir endurmati á þessari stefnu sem flokkurinn hefur haft mjög framalega í forgangsröðinni þegar kemur að helstu stefnumálum, alveg frá stofnun flokksins fyrir 22 árum. Þannig að hún vill skoða það hvernig flokkurinn þar að segja getur endurmetið þessa stefnu og reynt á sama tíma að ná til vinstri manna sem hingað til hafa ekki viljað að treysti til að kjósa Samfylkinguna út af þessari sömu Evrópustefnu. En við skulum heyra og sjá hvað Kristrún sagði þetta mál í dag. En undir minni forystu mun Samfylkingin ekki reyna að selja fólki Evrópusambandi sem töfralausn. En það ekki töfralausn. Það hefur kosti og galla og það mikilvægt að Samfylkingin sýni ólíkum sjónarmiðum og áhyggjum fólks virðingu. Það vel hægt að vera jafnaðarmaður og hluti af Samfylkingunni án þess að vera alveg sannfærður ágæti aðildar Íslands að Evrópusambandinu. Og svo það nú bara þannig að það löngu komin tími á að uppfæra og endurnýja umræðuna kosti og galla aðildar að Evrópusambandinu af alvöru. Já, og hún talaði líka breyttar áherslur í stjórnarskrármálinu. Já, og það eiginlega stærri tíðindi að því að stjórnarskrármálið þetta svona stærsta arfleið Jóhönnu Sigurðardóttir, fyrrverandi formaður Samfylkingarinnar og hún barðist mikið fyrir stjórnlagaráðsþinginu eða stjórnlagaráði á sínum tíma að breyta og hörfa frá þessu stóra máli og leita núna sátta töluverð stefnubreyting hjá Samfylkingunni. Krafan allt eða ekki neitt í stjórnarskrármálum hefur ekki skilað árangri
og við verðum að breyta nálgun. Viðurkenna vafningalaust að breytingar á stjórnarskrá munu kalla á málamiðlanir og breytt samstarf stjórnmálaflokka á Alþingi. Já, svo bara að sjá hvernig henni takist til að ná fram þessum breytingum. Já, og skulum ekki gleyma því að hún fekk ansi gott umboð í gær, tæplega 95% atkvæða, þannig að hún hefur nokkuð sterkt umboð. Sjá hvað setur. Takk fyrir þetta, Höskuldur. Árásin á eiginmann Nancy Pelosi, forseta fulltrúadeildar Bandaríkjaþings, talin vera merki aukna spennu vestanhafs nú þegar vika í þingkosningar sem gætu orðið afdrifaríkar. Leiðtogar repúblikana og demókrata hafa sameinast að fordæma þessa árás. Hann rópaði hvar er Nancy og sló síðan eiginmann hennar Paul Pelosi með hamri. Hann er núna á sjúkrahúsi með höfuðkúpubrót og aðra áverka. Árásarmaðurinn virðist hafa ætlað sér að ráðast á Nancy Pelosi vegna þess hver hún er, leiðtogi demókrata í fulltrúadeild Bandaríkjaþings. Hann er sagður hafa dreift áróðri og falsfréttum á netinu, meðal annars að forsetakosningunum 2020 hefði verið stolið frá Donald Trump. There's too much violence, political violence. Too much hatred, too much vitriol. And what makes us think that one party can talk about stolen elections, COVID being a hoax, there's all a bunch of lies, and it not affect people who may not be so well balanced? Sagði Joe Biden í ræðu sem hann hélt í gær í Philadelphia í Pennsylvania-ríki, þar sem demókratar heyja nú harðabaráttu sæti í öldungadeildinni. Þar er staðan 50-50 og repúblikanar eiga nú möguleika á að ná þar meirihluta þegar þingkosningarnar verða haldnar 8. nóvember. Svipaða sögur að segja í Georgíuríki. Þar var fyrrverandi forseti demókrata á samkomu í gær. If Republicans take back the House and the Senate, we could be one presidential election away from a nationwide ban on access to abortion. And that might just be the beginning. Það þegar byrjað að kjósa í mörgum ríkjum Bandaríkjanna. Joe Biden hefur lagt sitt af mörgum undanfarna daga með alls konar skilaboðum til kjósenda árangur demókrata undanfarin ár. En skoðanakannanir benda hins vegar til þess að repúblikana muni ná meirihluta í fulltrúadeild Bandaríkjaþings. Spennan því talsverð. Árásin á Paul Pelosi talin vera birtingamynd hennar og reyndar sendu bandarískar öryggistofnanir frá sér minnisblað á föstudag til lögregluumdæma í landinu að aukin hætta væri á ofbeldi í kringum kosningarnar á þriðjudaginn eftir viku. Rússnesk stjórnvöld hafa slaufað samkomulagi sem gert var í sumar kornflutninga frá Úkraínu Svartahafið. Rússneska varnarmálaráðuneytið tilkynnti þetta í dag eftir að drónaárás var gerð á skip þeirra í Sevastopol á Krímskaga í morgun. Rússar segja að minnst 1 herskip hafi skemmst. Úkraínumenn hafa ekki tjáð sig árásina en Rússar kenna þeim og segja að breskir hermenn hafi aðstoðað við hana, nokkuð sem breska varnarmálaráðuneytið segir vera stórfelldar lygar. Samkomulagið flutningana var gert í sumar til að fátæk ríki sem reiða sig á korn frá Úkraínu fengju nauðsynlegar birgðir. Talsmaður Sameinuðu þjóðanna sagði í dag mikilvægt að ekkert yrði gert til að raska þessum flutningum. Hver dagur sem færir okkur nær sjálfstæði, segir Mutabje Egede, formaður landsstjórnar Grænlands. Hann vill ekki segja hvenær sá dagur rennur upp. Jeg vil se det på den måde. Jeg vågner hver morgen, hvor jeg vil arbejde for, og hvor jeg arbejder, at selvstændigheden kommet en dag tættere på. Og det er den mål, vi har. Vi har sat siden selvstyreaftalen. Jeg tror, det er kraft i 2009, og det er den vej, Grønland kører. Det er den hovedformål, vi kører i. Ja, og så jeg vil svare det på den måde. Hver eneste dag, så kommer vi tættere på. Kannanir sýna að mikill meirihluti Grænlendinga vill að þjóðin verði sjálfstæð, hins vegar eru skoðanir skiptar hvenær það eigi að verða. Margir telja að styrkja verði efnahagslífið, innviði landsins og stofnanir áður en að þjóðin sé tilbúin fyrir að slíta tengsl við Danmörku. Mutabje Egede ekki reiðubúin að nefna árafjölda, segir að það sé grænlensku þjóðarinnar að ákveða tímasetningu sjálfstæðisins. Hver eneste dag kommer vi tæt på, og det er op til det grønlandske folk at bestemme, hvornår det skal være. For målet er selvstændighed, og det er den vej, vi kører. Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra og Egede undirrituðu viljayfirlýsingu aukið samstarf þjóðanna á þingi Hringborðs norðurslóða Arctic Circle.
Áhersla verður lögð á aukið samstarf meðal annars í viðskiptum, fiskveiðum, jafnréttismálum, menntun og loftslagsmálum. Færeyingar, Grænlendingar og Íslendingar gerðu með sér líkan samstarfssamning fyrir 5 árum en Anders Samuelsen, þáverandi utanríkisráðherra Dana, taldi samningin ekki samrýmast stjórnarskrá Danmerkur. Að þessu sinni gera Danir ekki athugasemdir. 100 ár í dag frá stofnun Grundar og af því tilefni var blásið til afmælisfögnuðar. Íbúar segja að þeim líði vel á Grund og myndu litlu vilja breyta en viðurkenna að margt hafi breyst í áranna rás. Gamalmennahælið Grund. Í gærkvöldi fluttust þangað fyrstu 6 gamalmennin og í dag flytja þangað önnur 6 eða fleiri. Engum verður boðið með sérstökum boðsbréfum, meðal annars vegna þess að heimilið vantar enn stóla í stofurnar, en allir eru velkomnir, engum bæjarstjórn, fátækrafulltrúar og allir styrktarmenn hælisins. Svo hljóðaði frétt í Morgunblaðinu þann 29. október 1922 þar sem boðað var til opnunarhátíðar. Og síðan eru liðin 100 ár og því var vitaskuld fagnað á Grund í dag. Grund lengi lifi! Hurra! 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 Forseti Íslands ávarpaði gesti við upphaf fögnuðarins og gestirnir streymdu inn, en þó með smávægilegum hnökrum. Allt blessaðist þetta og forstjórinn var alsæll á þessum tímamótum. Ég stoltur og þakklátur. Langafi minn var einn af stofnendum þessa heimilis fyrir 100 árum. Afi minn var forstjórinn í 60 ár og móðir í 25 ár og nú ég tekið við þessu öllu saman. Kristján Albertsson frá Melum í Árneshreppi hefur búið á Grund í 2 ár og er nokkuð sáttur. Starfsfólk er alveg yndislegt. Eitthvað sem að þú myndir velja að breyta hérna, hafa öðruvísi? Nei, ekki get ég haldið það. Ekki fyrir mig. Ég hafði bara allt í mjög gott. Hrefna Björnsdóttir frá Fáskrúðsfirði þekkir staðinn betur en flestir því hún hóf þar störf árið 1972 og hefur verið viðloðandi Grund allar götur síðan. Hún vildi engu breyta en hefur þó áhyggjur af íslenskunni. Ég sagði við eina stúlku fyrir ekki löngu síðan. Ég sagði þakkaði fyrir koordinatin við mig. Hún sagði fyrir ekki að bytta við. Ég skil nú hvað þú ert að meina en ég skil ekki orðið natin. Þetta er orð sem hefur notað daglega alla tíð og ég held að allir skildu. Og að sjálfsögðu var sungið í tilefni dagsins. Dönskum læknum hefur fjölgað mikið hjá Heilbrigðisstofnun Vestfjarða í haust. Þeir voru fengnir þar til að starfa vegna læknaskorts. Læknafæð á landsbyggðinni er ekki ný af nálinni og Heilbrigðisstofnun Vestfjarða hefur ekki farið varhluta af því. Vi søger en kirurg, der har lyst til at arbejde med os på Sundhedscenteret i Ísafjörður, Ísland. Stofnunin greip til þess ráðs að auglýsa utan landsteinana og beindi augum sínum sérstaklega að Danmörku. Þar hafa 5 Danir starfað síðustu mánuði. Og þessir bitu agnið, það er nú bara stuttasagan. Þeir eru frá því að vera í nokkrar vikur og upp í mánuði og svo kemur seinna í haust par sem verður í ár hjá okkur. Kasper hefur starfað sem heimilislæknir á Ísafirði. Hann er nýútskrifaður úr læknisnámi í Árósum. Jeg har arbejdet her i 2 måneder snart nu, og jeg har valgt at komme hertil, fordi jeg har søgt nogle udfordringer og gerne vil ud og prøve at arbejde i udlandet som læge. Med sproget, der har folk været gode til, de fleste de kan snakke engelsk, eller dansk eller norsk. Tungumálakunnáttan er þó ekki á allra færi. Byrjaður á að spyrja fólk hvort það tali dönsku eða ensku. Ef ekki er reynt að senda það til íslensks læknis. Stundum nægir nú bara að þýða eitt og eitt orð og þá var þetta að nota síma eða tölvu til þess. Svo erum við með símatúlk. Að ráða Dani til tímabundinna starfa leysir hins vegar ekki þá stöðu að enn vantar fastráðna lækna á Vestfirði. Það er langtímaverkefni að manna það þannig, en þetta er svona lausn sem við sjáum til skemmri tíma og meðfram líka. Talsverður munur getur verið á verði á dekkjaskiptum eftir því hvert er farið með bílinn í umfelgun. Erillinn við dekkjaskipti er að aukast enda 1. nóvember rétt handan við hornið og allra veðra von.
always take care of checking the width of the rim so we don't damage it. Það kemur auðvitað mikil sprenging þegar kemur næsti snjór. Fréttastofan kannaði verð á umfelgun fólksbíla á nokkrum stöðum. Hjá Sólningu er verðið 11.900, hjá Gúmívinnustofunni 12.668, hjá Dekkjaverkstæði Kletts 12.990 og hjá Nesdekki 13.990. En einn flokkar bílana í fleiri flokka, en verðið er frá tæpum 9.500 upp í 12.690. Jeppar eru í öðrum verðflokki. Í könnun félags íslenskra bifreiðaeigenda nú undir loka október kom í ljós tæplega 90% verðmunur á umfelgun eftir því hvar var borið niður. Grikkinn Dimitri á Dekkjaverkstæðinu hefur einnig sinnt garðyrkjustörfum og unnið við veitingastörf eftir að hann kom til Íslands fyrir 3 árum. Reyndar má segja að Dekkjaverkstæði Nesdekks sé alþjóðlegur vinnustaður, því auk hans vinna Pólverjar, Rúmenar, Litáar og Íslendingar þar. Erillinn jókst til muna á verkstæðinu með fyrsta frosti í október. The days were busier and busier, but it's normal. It's winter season, so everybody needs to change their tires. And that was it. That was it. Easy peasy. Hrekkjavakan er á næsta leiti, þar sem ýmsar verur vakna til lífsins og heimta grikk eða gott. Í Reykjavík breytir vinahópur sér í geimveruhljómsveit sem spilar djass. Hrekkjavakan hefur fest sig kirfilega í sessi í hjörtum landsmanna nú í seinni tíð og sum tjalda öllu til. Þeir heita sérst The Beth úr Star Wars en eru hérna jazzhljómsveitin sem að kemur fram í svona nokkrum barsenum. Við veljum alltaf ákveðið þema á hverju ári og í ár var það sci-fi. Þannig að við erum búin að skreyta íbúðina okkar eins og Stranger Things. We've programmed the lights to go through a few cycles and then draw people into the room and then they will spell out some messages for people to discover during the night. Og þetta er allt handgert? Já, það er bara, við leggjum mjög mikið í það, við erum mjög mikið fókus á búninga og proppsgerð og eitthvað svoleiðis. Maður vill alltaf gera þetta einfalt fyrir sér, þannig að þá ákveðum við að gera þetta frá grunni og erum að reyna, fyrir mig sérstaklega þá finnst mér Hrekkjavaka að vera svona tækifæri fyrir mig til þess að prófa eitthvað sem ég hef ekki gert áður. Er þetta búið að vera lengi í bígerð hjá okkur? Já, svona síðasta mánuðinn, svona í rauninni, eða svona on-off. Í huganum alveg í heilt ár. Every year we think around like the 1st of November. Okay, we're going to start planning now so that next year it won't be stressful, and it's still stressful. But is it fun? Yes, yeah, it's a lot of fun. Núna líður okkur ógeðslega vel af því að allt er eiginlega tilbúið núna, þannig að já, léttir og spenna, þetta verður náttúrulega mjög gaman. Þeir sem eiga tóma skókassa geta glatt munaðarlaus börn í Úkraínu jólin. Í árlega átakinu Jóliskókassa er tekið við gjöfum víða land. Í húsi einu á Egilsstöðum hljóma jólalög og það er handagangur í öskjunni við að pakka inn jólagjöfum, þó enn sé aðeins október. Ekki er ráð nema í tíma sé tekið, enda þarf að koma gjöfunum alla leið til munaðarlausra barna í Úkraínu. Systurnar Sigrún Hólm og Kristín Hólm þurftu að raka saman afgöngum af jólapappírum allan bæ, enda ákváðu þær að vera stórtækar í ár. Ég var að kaupa skó á fjölskylduna og ákvaða bara að byrja að safna þessum kössum. Ég vissi að verkefni ég hafði tekið þátt í áður. Svo bara allt í einu var ég komið með 10 skókassa, þannig að ég hugsaði já, við setjum bara í alla kassana. Vilja bara láta gott þessi lega. Og þegar kassarnir voru tilbúnir, lá leiðin í safnaðarheimili Egilsstaðakirkju, þar sem móttakan fór fram. Þessi kassar sem er verið að safna hér, þau eru á leiðinni til Úkraínu á vegum
KFUM og KFUK á Íslandi í samstarfi við KFUM í Úkraínu og þeir fara á munaðarleysingjaheimili, barnaspítala og fleiri staði í Úkraínu þar sem þörfur á glæðningi, jólaglæðningi fyrir börn sem jafnvel fá enga aðra jólagjöf, flestum tilfellum líklega. Þetta vekur án efa mikla gleði sem má sjá á myndum frá afhendingunni og í kössunum eru gefendurnir beðnir að setja svona hluti úr nokkrum flokkum, setja einhver leikföng, einhver ritföng, snirtidót svona, tannbursta, tannkrem, sápu, fatnað og sælgæti og svo smá aur til að hjálpa til við flutningin út. Og það nú ennþá hægt að raða í kassa annars staðar á landinu líka. Við erum að taka á móti kössum hér í dag á Egilsstöðum og þeir fara til Reykjavíkur fljótlega en síðan verður loka skiladagur í Reykjavík 12. nóvember. Þannig að það er hægt að koma kössum líka þangað hjá KFUM og K á Holtavegi. Og þá að veðri, lægðir verða viðlóðandi landið næstu daga en ekki er þó að sjá nein stormviðri í spánum. Því maður búast við nokkuð mildu veðri en það mun rigna á köflum og þá væntanlega mest suðaustanlands. Theodór Freyr Hervarsson veðurfræðingur, hann fer nánar yfir veðurhorfurnar næstu daga að loknum íþróttafréttum sem Helga Margrét Höskuldsdóttir sér í kvöld. Íslandsmóti karla í knattspyrnu lauk í dag þegar að lokaumferðin var leikin í bestu deildinni. Gleðin var við völd í Kópavogi þar sem að Blikar fengu Íslandsmeistaraskjöldin afhentan. Ég held að þetta sé svona, ekki lusta, bestu dagar lífs míns. 16 liða úrslit bikarkeppni kvenna í körfubolta hófst í dag með miklum spennuleik Vals og Fjölnis. Leikið var í enska boltanum og teflt á heimsmeistaramótinu í Fischer-Slembiskák. Þetta á fleira í íþróttum eftir augnablik. Og öðru kveðjum ykkur er réttar enn við það sem var helst í þessum fréttatíma. Tala látinna eftir troðningin í Seúl, höfuðborg Suður Kóreu, er nú komin upp í 146, segja embættismenn þar. 150 eru særð. Þúsundir voru mætti í miðborgina þar til að halda upp á hrekkjavökuna. Búist við að tala látinna eigi eftir að hækka. Nýkjörinn formaður Samfylkingarinnar segir að aðild Íslands að Evrópusambandinu eigi ekki lengur að vera forgangsmál hjá flokknum. Þá sé stefna flokksins í stjórnarskrármálinu ekki raunhæf. Leiðtogar repúblikana og demókrata hafa sameinast að fordæma árásina á eiginmann Nancy Pelosi, forseta fulltrúadeildar Bandaríkjaþings. Árásin er talin vera merki þá auknu spennu sem ríkir vestanhafs, nú þegar vika er til þingkosninga. Grund á í dag 100 ára afmæli og því var fagnað með hátíðlegri athöfn. Íbúar segjast sérstaklega ánægðir með starfsfólkið. Næstu fréttir verða sagðar í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og vefurinn okkar RÚV.is er uppfærður allan sólarhringinn. En þessum fréttatíma er lokið, hafið það gott og verið sæl.